orðið og við ferum í Guðs hendur og skýrta Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Heilige Guð, Faðir lífsins, Heilags Anda, í náðum og heilvægi, og hjálpa oss með hugans heila orð að vita og í lífið áfram þegar þá uppvistar svontin Jesú Krist, blessun, orð og frelsara, biðjum í nafni hans.
Fyrirheitið að ganga inn til Hvítalands stendur enn. Við svörum nú göngum til Hvítarinnar. Hér dag til sjö gengur inn til Hvítalands, fær hvíld frá verkum sínum eins og Guð hvíldist sína verk. María móðir Jakobs og Salóme ilmsmist til að fara og smyrja hann. Og mjög árlega hinn fyrsta dag í vikuna sólarupprás koma þær að gröfinni. Þær sögðu sín á milli, hver mun velta fyrir á steininum frá grafarmunnanum. En þegar þær líta upp, sjá þær að steininum hafði verið velt frá. En hann var mjög stór. Þær stíga inn í gröfina og sjá ungan mann sitja hægra megin, klæddan hvítri skikkju og þær skelfdust. En hann sagði við þær, skelfist eigi. Hér leita Jesú frá Nasaret hinum krossfesta. Hann upprisinn, hann ekki hér. Sjá þarna staðurinn þar sem þeir lögðu hann. Hann hljóðaði til heilaga Guðspjall, en sælugu þeir heyra Guðs orð og varðveita það. Amen.
Við ætlum svona í minningarorðunum þá að ætla þau skilminni gera að flytja orðum ævar hans. Ég ætla að hefja þetta á því að smá hugleiðingu texta í predikarnum fólk að kalla, versum 1-7. Það standaði falleg orð og mundu eftir skapara þínum, á úningsálum þínum, áður en silfurþráðurinn slitnar og gullskálin brotnar og sjólan völvast við lindina og hjólið brotnar við brunnin og moldin hverfur aftur í jarðarinnar. Þar sem áður var og andinn til Guðs sem gaf hann. Amen. Já, í þessum texta lífshlaupið. Förin liggur til þess að eldast og deyja, en ekki fyrir að óttast þegar þar liggja endalokin. Skálin í hinu forna heimi var fyllt með olíu. Orðið yfir skál sem predikarinn notar kemur aðeins fyrir einu öðrum stað í Biblíunni. En það frá skálinni Sakaría. Frá Sakaría liggja úr skálinni 7 pípur í 7 lampar. Þessi 7 lampar augur Drottins sem líta yfir gjörvalla jörðina. Skálin sá lömpunum fyrir ljósmeti. Hjá predikarnum var hún hengd upp með silfurþráðum í loftið. Skálin sem og skjólan voru notað áður fyrir þessum þátt fyrir lífið. Við höfum öll okkar gullskál. Það eru þræðir sem halda skálinu uppi, silfurþræði. Þeir eru festir upp í þann sem öllu ræður. Hann sá sem að gefa þessa silfurþræði sem halda uppi gullskálunum okkar, minnar og þinnar, og það eðli þeirra að gefa eftir með tímanum. Og þá fellur gullskálin til jarðar og brotnar. Á lífsins göngu gerist undrið, við leggjum skálinni til nýja þræði. Þeir eru ekki að silfri gerðir, né halda uppi gullskálinni endalaust. Þetta er óslegir þræðir sem ókomin á halda uppi minningunni. Allt lífið er að vefa þessa þræði og leggjum mismunandi metnað í það úr hvaða efni þeir eiga að vera. Sumir láta sér nægja snæri, en aðrir leita að fínustu góðum álmum. Tíminn er afmarkaður og það kemur að engu olíu en meira að finna í gullskálinni. Predikarinn hvetur afsökunar að lifa lífinu lifandi og nýta sér til fullnustu allt það sem skaparinn gefur. Lífið hefur sinn gang og endingu verður olían uppurinn og skálinn fellur niður og brotnar. Þá er tíminn kominn að andinn fari til Guðs sem gaf hann og klæðist hann andlegum líkama, en hinn jarðnesti líkami hverfi til moldarinnar. Það er einhver upprisun og texta sem predikarinn miðlar okkur tímasetninguna. Það er hvenær hún nákvæmlega gerist eða hvernig, það vitum við ekki. Við felum upprisunni í Guðs hendi þess að alla þræði heldur og allt gefur til hans liggja allir þræðir lífsins. Ég beði hér fyrir kveðju. Kær kveðja er frá Snæbirni Þór Snæbjörnssyni og Magnúsi Hreiðarssyni. Þeir eru staddir í útlöndum og væru hér ef öðruvísi hefði staðið á. Íbúar og starfsmenn Skógarbrekku senda fjölskyldu og ástvinu Sigurgeirs innilega samúðarkveðjur og þakka fyrir samfylgdina. Dísa, Kalli og Ella eru stödd erlendis en biðja til innilega samúðarkveðjur til fjölskyldunar. Kveðja frá Ingu og Jóhannu frá Laxárbakka sem eru stödd erlendis. Það er þakka fyrir samfylgdina og minnast eða með hlýju og þakklæti. Og að endingu er kveðja frá Fríðu minni á Skútustöðum sem getur því miður ekki verið hér í dag. En nú
óvandilega svona blandar samfélag að flytja minningar á Suðurnesjum. Sigurður Jónasson, eða ef við ekki bara tala Geira, fæddist að herðaði í Mýrasettu 14. nóvember 1946. Foreldrar hans Jónas Sigurgeirsson og Hólmfríður Íslandsdóttir. Geira átti þau dætur Þórhildi Arnfríði, Elínu Ingu og Sólveigu Guðrúnu. Seinna eignuðust þau svo Ingu Ísfeld. Þegar Geiri fæddist voru 25 manns í heimili í gamla húsinu á Herðaði. Þegar mest var bjuggu 4 fjölskyldur og voru 4 eldhús í gamla. Fjöldi íbúa jóks og sumrin þegar við bættist vinnufólk. Þá var gestagangur talsverður og varla leið svo nótt að ekki var að minnsta kosti einn nætur gestur. Þetta hlýtur því að það hafi verið ansi sérstakt að búa þar einnig 30 ár. Geiri var alla tíð með gestir sinn. Það var mjög gaman að þjá fólk í heimsókn. Það bjóð alltaf upp á kaffi, aldrei minna en fulla bolla og menn. Geiri var alltaf með allar fréttirnar á hreinu. Það var að því sem var að gerast í sveitinni, heimsmálunum og ekki síður á fólki úr ættinni því hann vildi alltaf vita hvað væri að frétta öllu sínu fólki og var duglegur að alla fregna. Hann hafði ekki einu sinni engin gaman að því að fá fólk í heimsókn, heldur einnig að fara á mannamót og spjallaði fólk á næstu bæjum. Hann hikaði aldrei við að kynna sjálfan sig fyrir hverjum þeim sem hann hitti og taka spjallið. Geiri bjó á Herðaði alla tíð frá talin síðustu misseri þar sem hann var á Stórabrekku og Húsavík. Námsferð Geira var ekki langur, frekar en margra annarra á þessum tíma. Hann fór í Skústaðaskóla og var þar og heimaðist eins og tíðkaðist. Á uppvaxtaranum Geira var alltaf líf og fjör, mikið að vera og nóg að gera fyrir krakka og unglinga á Herðaði. Líf Geira snerist að mestu hússkapinn. Það var hans aðalstarf alla tíð. Tíma vann hann í kísiliðinu og heststyrmunni og hafði þá orð á sér fyrir hraustleika. Það kom sér vel í hússkapnum þar sem hann bar ómælt magn af heyi og vatni neðan ánni upp tún í gömlu húsi eða hesthúsi á hverjum degi í öllum veðrum. Aldrei heyrðist hann kvartan og ráfast ósér í lífi. Hann vildi aldrei vera eftirbátur annarra. Mörgum eru ógjörnlegar stundirnar þar sem farið var með Geira að sitja við ánum vestur í botnum og vorin. Með botnenesti, gömul tímarit og dagblöð til að stytta sér stundirnar í hjásetunni. Það var hann einnig við vegagerð fjölmörg sumur og ferðaðist á sísluna með vegavinnuflokki sínu. Geiri var fjárlögur þegar hann var upp á sitt besta. Það var að fletta upp í honum eins og í fjárbókinn. Hann þekkti hverja kind með nafni, númeri og einhver ættið í hvora á. Sama má segja fæðingardaga ótrúlegasta fólks. Það var að fletta upp í honum eins og í búkkollu. Hann var ekki tækjamaður og í heiskapnum gekk hann á eftir vélunum með hníf og rækja. Lagaði garða og tók það sem reiðist út fyrir. Síðan varði hann mörgum dögum í lok heiskapans með hnífana og rækjaði trefum. Hann mátti ekkert fara til spillis. Með aukinni verðvæðingum breyttist hann störf á búinu. Það má sannlega segja að hann hafi einnig verið liðinn við landgræðslu, meðlarnir og heimatúnir, þar sem hann bar í heim og móðið upp breddurnar, eru nú gélagræni. Þá var hann 40 haust á sláturhúsinu á Húsavík, alltaf í gærunum. Var það einn af föstum punktunum áverk hjá Geira þegar hittaröðin á sláturhúsi og kannar hvort það mætti ekki alveg örugglega gera ráð fyrir hans kröftum að hausti. Stjórnendur sláturhússins sýndu honum ómælda velvild og gerðu margt til að auðvelda honum að geta verið það. Því hann gat ekki hugsað sér neitt annað. Eitt haustið þegar hann var hvað vestur í Njánum smíðuðu samstarfsmenn hans bekk fyrir hann til að fylla sér á. Lengi voru svo sláturhús börðin Hómesandi. Á sláturhúsinu var til vinátta við samstarfsfélaga sem lifði eftir að hann hætti. Sú vinátta var Geira gríðarlega mikilvæg fram á síðasta dag.
var hann oft tíðrætt heimsóknirnar og bíltúrana sem vinir hans á sláturhúsinu buðu honum í sveitirnar. Eiga þessi vinir mikla þakkir skyldar fyrir tryggð og sanna vináttu. Geiri var mikill tónlistarunnandi og átti heilmikið plötur og geisladiskaföll. Mest íslenska tónlist, en þó einast af nokkrar bílaplötur á þessu fresti. Þegar nýjar plötur komu á markaðinn reyndi hann alltaf að kaupa þær. Þá spottaði hann niður í gamla, eitthvað hlustaði á honum, jafnvel fá lánaðar plötur þegar hann var á skólaböll. Hann keypti plötur með alls konar tónlist, Ás í bæ eða Only Cowboys, Stuðmenn, Eirmund og svo allar saltplöturnar. Hann sárnaði þegar útgáfa geisladiska og síðar VHD-diska minnkaði í kjölfar nýrrar tækni. Það er ekki allir töluðu snjallsíma. Geiri hafði líka sérlega gaman í íslensku sjónvarpinu. Það hjálpaði mest upp á þættina Nonna manna, Stiklu og Landan og alls konar skemmtiþætti. Hann horfði svo mikið á þættina Nonna manna að diskar eittust, leitaði glóðandi ljósið í diskum. Eins horfði hann mikið á íslenska tónleikar sem sýndir voru og keypti hann VHD-diska með þessu efni og spottaði það aftur og aftur. Þegar maður leitaði hjá honum á kvöldin var allt í gangi. Einhver plata eða geisladiskkur, sjónvarp og fullu og jafnvel útvarp eða hljóðbók. Eitthvað staðar á bakið. Fram á síðasta dag voru hljóðbækur honum mjög mikilvægur. Hljóðbókasafnið hafði ekki undanframlega efni fyrir hann. Geiri ferðaðist ekki mikið, en hún var svo sérlega minnisstætt ferðalag sem hann fór með Jónasi Þór austur í Suðurland við viðkomið í Reykjavík og svo tilbaka í Sprengisand. Á þessu ferðalagi náði hann meðal annars heimsækja Bjarnargróða ættingja í Reykjavík og þessa ferð talaði mjög oft um. Ekki síður var minnisstætt ferðin sem hann fór með Þóri Landal með Bennageir árið 1966. Alltaf var hægt að aðtast í Geira og hann gerði grín í okkur á móti. Hættu þessu rugli! Þeir heyrðist oft frá honum og honum list ekkert á vitleysum hjá mér. Síðustu árin var heimsunni farið að hraka á kaplanum og með tímanum lagðist hann inn á Skógarbrekku og Húsavík þar sem hann fékk frábæra umönnun alltaf til að lest. Við fjölskyldan viljum senda sérlega þakkir til starfsfólks Skógarbrekku fyrir þá hlýju og væntingum sem honum var sýnt þar. Hann var til ósátt við þetta fyrirkomulagi fyrst. Hugurinn var að heima velja hjá kindunum. Hann var sáttur á lokum og leið vel þar sem vel var hugsað um hann. Geiri ætlaði að fara á elliheimili þegar hann afi og amma á sínum tíma. Hún leið best heima. Skiljanlega, gamla húsið stendur á frábærum stað þar sem Hellavasáin líður að sniður rétt neðan sem svefnherbergisgluggann hans. Það er alltaf hægt að hugsa sér betur náttúrsík. Þá hefur umönnur Brynju og stráka hennar verið sérlega mikilvæg og var hún á fús til að hjálpa Geira bæði síðum hann og húsið. Hún fór oft með honum að versla í matinn og ófáir verslunarferðirnar fóru með honum fyrir jólin þar sem Geiri vildi alltaf gefa góðar gjafir, ekki síst úr honum íslenskar tónlistar. Þá reyndi Gísli á Laxabakka Geira vel og leit reglulega við hjá honum og aðstoðaði hann við ýmsu virðing og eittum með félagsskap. Hvert við höldum eftir okkar hinstadag veit enginn fyrir víst. Þó er það okkar að ákveða hvernig við kjósum að minnast þeirra sem á undan fara. Eflaust Geiri vappandi túnið heima á Herðuvaði í gúmmístígvélum, alls ekki gúmmískóm. Gallabuxum eða vinnugalla, vel bættum með baggabandi og heftiplastri á björtum sumardegi. Vasaníðurinn hans og nokkra nagla má svo treysta á að sé með í vasanum. Ekki langt undan, svo lappi, týri, trímuna, það aðtast í ánum. Hann veifar okkur og kom við í kaffi. Hann þurfti alltaf að kveðja og var oft byrjaður að kveðja snemma á morgnana. Því hann vildi alls ekki missa af neinum til þess að ná örugglega að kveðja alla. Nú hefur Geiri kvatt í síðasta sinn og það er sérstakt að hann verði lengur á hlaðinu að kveðja okkur. Eftir stendur gamla húsið tómt. Þaðan versnar var ómur frá liðinni í tíð.
Áður fram á bláu sundin
Faðir okkar Jesú Krist, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss í lifandi vonar og í uppreisn Jesú Krist frá dauðum. Jesús sagði, ég uppreis hann og lífið, svo sem trúir á mig, mun lifa þótt hann deyi. Af jörð ertu kominn, af jörðu skalt aftur verða. Af jörðu skalt aftur upplýsa. Þökk sé þeim sem allt gefur og við þín megum tilþykja. Drottinn blessi okkur og varðveiti, Drottinn láti náðun lýsa yfir okkur sé og náðugur, Drottinn upplýsi sem auðliti yfir okkur og gefa okkur sem frið í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir Drottinn vor Jesú Krist. Amen.